Við hefjum þá fund á 9 ágætu bæjarfulltrúar og ræðum ennþá fundargerð bæjarráðs frá 30. mars, fundur númer 1483. Ég gef orðið laust þeim mál sem við höfum ekki nú þegar rætt. 10 mál á dagskrá, 2 frestað og 3 mál hafa þegar verið afgreidd. Vinsamlegast biðjum orðið hérna á spjallinu. Og það kveður sig engin ljós, þá lítur sem forseti á, þarna kom Valdimar Birgisson, þú ert að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, ágæta bæjarstjórn. Mig langar að ræða aðeins 3.10, þóknari notendaráðs og málefni fatlaðs. Já, það var kannski bara aðeins fyrir ekki Valdimar. Fresta vegna tíma, sko. Já, það reyndar á dagskrá í fyrramálið, er það ekki rétt? Ekkert mál, ég býð bara. Það að dagskrá bæjarráðs í fyrramálið. Ok. Forseti lítur þá svo á að umræðu þessa fundargerðar sé lokið. Og þá göngum við til atkvæða. Það þegar búið að afgreiða 3. mál, en þeir sem staðfesta niðurstöðu í öllum hinum málunum á þessum fundargerð eru beinir að jánka því hér á spjallinu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Og talning líka jafnarðan, þetta gengur hratt fyrir sig hjá okkur. Allir búin að greiða atkvæði. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í fundargerðir einstaka nefnda, þær eru 3 að þessu sinni. Byrjum á íþrótta- og tómstundanefnd sem hélt fund 25. mars síðastliðinn og það var 2 mál á dagskrá og Rúnar Bragi, þú beðið orðið. Já, takk forseti. Mig langar að ræða mál númer 42, styrk til efnilegra ungmenna sumarið 2021. Hversu vel? Mig langar bara að segja það að hérna í Mosfellsbæ er gríðarlega mikið af efnilegu ungu fólki og hérna eins og við sjáum hér eru 25 umsóknir sem berast, allt gríðarlega efnilegt ungt fólk sem að stunda sínar íþróttir. Og mér langaði bara að lýsa yfir ánægju minni yfir hvað það eru margir, þegar ég held og mér skilst að ég aldrei verið svona margir sem að sótt og þannig að mér sýnist það á öllu að Mosfellsbær eru auðvitað ört stækkandi en það koma væntanlega með því líka alveg frábært fólk og mér finnst þetta alveg frábært að og styrkja þetta áfram og þetta fólk allt til þess fallið auðvitað að geta styrkt og auðvitað væri gott að geta styrkt alla. En auðvitað getum við ekki alltaf gert það, en sérstaklega þegar svona margir sækjum, en mér finnst þetta bara frábært framtak sem við erum að gera hér og höfum verið að gera undanfarin ár og mér finnst þetta bara frábært að fá allt þetta fólk til þess að sækjum. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson mál númer 2. Gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir það. Jú, leið og ég fagna þeim sem fengu styrk, þá þykir mér miður að bærinn hafi ekki getað sýnt meiri rausn í málinu að fjölga styrkjum. Við erum að tala átak til ungmenna, við erum að tala alls konar verkefni til þess að efla ungmenni, sérstaklega í COVID-faraldri. Og ég tel einboðið að það sé endurskoðað að auka við þetta. Við erum stækkandi bæjarfélag og hér fjölgar fólki frá ári til árs og þar af leiðandi auðvitað umsóknum. Ef að fjölgun svona mikil núna þá bendir það frekar til þess að þörfin sé meiri og henni bara ekkert svarað. Og því líst mér ekki nógu vel á að þetta hafi ekki verið bætt þarna í ljósi þessa og hefði viljað hafa séð einhver viðvik hvað það varðar, þó svo að vissulega viljum við spara. En þarna erum við búin að úthluta örfáum styrkjum til stórs hóps
sem að fekk þá ekki neitt. Og þarna stór hópur sem að úr þungamiðju íþróttagreina jafnvel. Og mér finnst svona eiga við að í þessum faraldri sé einmitt bætt í þessa liði. Það miður, en ég, forseti, ætla að senda bókun þetta atriði. Já, viltu hingra með bókunina, þá getur þú sett hann á spjallið þegar að við höfum lokið umræðum málið. Já, ég get sendt þér hana beint bara á tölvupósti. Já, það bara betra að fá hana bara inn á spjallið og sjá hana allir. Þannig að það eiginlega bara betra að myndir gera það. Við höldum áfram með umræðina þannig að Stefán Ómar og biðum að hingra með bókuna þangað til við lokið umræðu og ég hef lokað mælendaskrá. Stefán Ómar, mál númer 2, gjör svo vel. Já, takk fyrir forseti og getur bæjarfulltrúar. Ég tek undir með bæjarfulltrúar Rúnari Braga að sem betur fer að eigum við fullt af efnilegum ungu íþróttafólki og það ábyggilega erfitt að velja þessa 7 úr sem voru valdir þarna til að hljóta heilan og hálfan styrk núna fyrir þetta ár. En ég bara óska þeim öllum til hamingju og bara okkur öllum með bara stóran hóp af mjög flottu ungu íþróttafólki. Takk. Orðið laust. Kveðið sé engin hljóðs, þá umræðan lokið og Rúnar Bragi, varst þú að biðja orðið aftur? Já, ef ég má. Takk, stundum finnst mér að vera of fljótur en stundum of seinn, en hérna afsakið mér langar bara aðeins að því að fulltrúi Eflingstans var að tala að ég man ekki hvað hann sagði orðrétt en auðvitað hefðum við viljað styrkja alla þessa krakka, auðvitað það bara ekki hægt, það voru erfitt að setja og ég veit svo sem ekki hvernig síðan bókunin verður þetta mál en vonandi bara verður hún mjög góð og fallega en þetta auðvitað það verið að sækja styrki auðvitað allt saman ungt og efnilegt fólk en svona þetta bara og hefur þetta verið en ég held að sko þegar ég var í þessari nefnd, ég nú ekki í þessari nefnd en þá var þetta mjög faglega unnið þær umsóknir sem bárust. Mér sýnist umsóknirnar hafa líka breyst þar að segja að þær eru orðnar betri. Þannig að unga fólkið hefur líka lært og auðvitað fólk að sækja oftar heldur en þetta ekki endilega verið að sækja í fyrsta sinn og líka þeir sem hafa fengið styrk að sækja aftur og annað. Þannig að mér finnst bara, auðvitað setjum við í fjárhagsáætlun fram einhverjar upphæðir í svona málefni og það er bara frábært ef að fólk og ungi krakkar og geta sótt í svona styrki og við getum leyft þeim að æfa sínar íþróttir á launum í stað þess og ég ætla að tekka fram. Þetta var í stað þess að þetta fólk væri í almennri vinnu hjá Mosfellsbæ, sumarvinnu. Þannig að þetta kemur þar í stað að þau geta einbeitt sér að þessu. Þannig að þetta bara mjög gott mál en ekki samt. Já, mér finnst vont að gera lítið úr því að eins og við tímum því ekki eða eins og hann orðaði það. Ég man ekki hérna. Já, við höldum áfram með mælendaskránna. Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi hefur beðið orðið aftur. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, þetta var nú orð formanns fjölskyldunefndar ekki mín að aðla tíma ekki hlutum. Ég orðaði það ekki þannig. Ég orðaði heldur ekki þannig að það ætti að veita öllum styrki. Það hef ég ekki heldur sagt. En ég gerði þetta sama í fyrra. Ég skoraði að yrði auki við þessa styrki. Við höfum stækkandi bæjarfélag og eftirspurnin eftir styrkjunum bara beinlega sýnir það að það þarf eitthvað að svara þessu. Og á það ég að benda. Ég jafnframt óska þeim til hamingju sem fá styrki. Og það eru þessir fengu styrki, sumir fengu heila og aðrir halva. En í ljósi þess ástand og þá áeggjan til atvinnulífs sem við tókum þátt í öll hérna,
að minnka ekki við framkvæmdir, heldur jafnvel að bæta jafnvel í, að þá held ég að þarna hefði mátt gera svipaða hluti fyrir unga fólkið. Það snýr ekkert að því hvort fólk tímir eða tími ekki, þetta er bara pólitísk ákvörðun og þetta er ekki stóra fjárhæð, þetta er ekki stóru fjárhæðina sem við að tefla þarna. En enn og aftur þá bara skora ég á bæjarstjórnina að horfa til fjölgunar íbúa og þessa miklar ásókna í styrkina þegar næsta fjárhagsáætlun verður gerð, því að þetta er okkar vaxtarsprotar í þjóðfélaginu, það er þetta unga fólk. Já. Það er engin á mælendaskrá núna, þannig að forseti ætlar að loka henni í þessu máli, en bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú varst búinn að boða hérna bókun og ég ætla að biðja þeim að setja það bara inn á spjallið og þú þarft líklega að senda hana ritara sérstaklega. Það er nú komin. Og forseti ætlar að lesa hana bara hér upp eins og hún kemur fyrir hérna í spjallinu. Þetta er bókun frá bæjarfulltrúa M-lista Sveini Óskari Sigurðssyni og hún er svohljóðandi: Fulltrúi Miðflokksins fagnar þeim sem hér fengu styrki til að stunda íþrótt sína. Þeim er óskað til hamingju. Jafnframt er harmað að ekki sé tryggt að fleiri ungmenni fái styrk til þess hins sama. Hér er meðal annars að ræða ungt fólk í fremstu röð í fjölmennum íþróttagreinum sem fá enga styrk í miðjum COVID-faraldri. Það er miður. Það er búið að senda þetta á ritara, ekki satt, og verður færð þá hér til bókar undir þessu máli. Forseti gefur þá orðið, það er nú aftur laust þessa fundargerð. Það voru reyndar bara 2 mál þarna á þessum fundi. Það er enginn hér á mælendaskránni í glugganum, þannig að forseti lítur svo. Forseti, get ég aðeins fengið að tala við mína félaga í bæjarstjórn? Já, bara aðra stutt í símtal. Já, það er, þú beðið fundar hér. Er ekki umræður lokið öll mál, Bjarki? Umræðum er hérna lokið þetta mál, já. Já, bara þessa bókun, þetta er bara svona. Já, hérna. Ég ætla ekki að ræða hana. Já, nei, þú bara, þeir heimilt að taka fundar hér. Bara örstutt.